Já, góðan dag. Ég ætla að fjalla hérna Dragodorf sem svona blanda af Nættorf og Dreganum. Það getur komið upp í ýmsum leikjaröðum. Nú, biskup G7, F3 og A6. Þetta upphafið af Dragodorf. Ég teldi þetta nú stundum hérna áður fyrr og já, ég hef nú ekki gert það lengi. Gaf þetta svona aðeins á bátinn. Dróning D2 algengast og ég ætla að fara hérna yfir H5 sem svona alveg áhugaður leið. Þegar ég var að tefla þetta þá var ég nú ofta að leika rittari D7 hérna áður fyrr. Og B5 yfirleitt ekkit sérstætt út af A4. Þetta verður smá losarlegt hérna á drottningaveng P á B4, til dæmis A5, C3 minni mig, og B5 reyturinn svolítið veikur. Svo getur hvítur bara leikið biskup E2 og stuttur og gera það með aðeins betra. En H5, Magnús Carlsen við telt þetta. Skulum kíkja hérna bara á þetta og ég ætla að byrja að fara yfir biskup C4, síðan fyrir yfir hrókeringu, langarhrókun sem svona aðalvariantirnir. Já, þegar svartur leikur H5 þá getur náttúrulega hvítur ekki að leika biskup H6 lengur og H5 kemur við fyrir G4, en svona gallinn á H5 náttúrulega G5 reyturinn verður svolítið veikur og svo fer þetta aldrei tími í þetta hjá svartum, þannig að svartur þarf að vanda sitt aldrei. Og biskup C4 það bara svona hefðbundin svona eins og júgoslavneska árásin sett upp. Rittari D7 laungkrókun B5 ætlaði að mæla með hérna og biskup B3 aðalínan, en biskup D5 líka hættulegt og þarf að kunna það. Það best að drepa. Ég held að rittari drepa D5 sé svona mest krefjandi í framhaldið, en við skulum kíkja á E drepa D5. Já, og hérna rittari E5 ágætisleið, önnur leið B4. Ég ætla bara að sýna hvernig þetta getur telst. Kongur F8 mjög mentað. Við verðum að valda E7-piði og F6 og biskup F5. Hérna einhver lína sem ég með. Hrókur A6, C6 beðið veikt og það ekki svo auðvelt fyrir hvítan að drepa hérna á F5. Ég held að E5 getur verið problem. Hrókurinn að hendi í vesinni sko. Já, þetta bara svona hugmynd sko, en sína cirka. B4 option hérna allavega. Og kongur F8 lýst mér ágætlega, þó að virki mjög skrítin leikur. Við erum að leika rittari E5 næst og já, hrókur A6 líka annar leikur. Þarf við aðeins passið á okkur fórnum á D6, en ég myndi mæla með biskup F5 og þessu. Það baka. En þetta auðvitað mjög flókið, en rittari E5 önnur leið. Hrókur H1 svona virkar eðlilegast á mig, og rittari C6 bara drepið á biskup E6. Ég skoða þetta nú aðeins, sé nú ekkert, getum farið í þráleik hérna sem náttúrulega ósögu fyrir hvítan, en getum líka alveg telt þetta svona einhvern veginn.
hérna annar þráleikur minni, eða stuttrókun og skákin heldur áfram. En svona fræðilega séð þetta ekki gefa hvítum neitt sko. Þannig að hrókur H1 nú betri tilraun, centralisar hrókin og press á E7, biskop B7, biskop G5 virkar eðlilegast á mig. Nú rittar B3 eitthvað sem geti komið til greina, en hrókur C8, biskop D4, biskop H6 oft hugmynd hérna. Þessi leppun dálítið pirrandi fyrir hvítan. Hérna Pesford og svartur stendur betur en mínum mati. Hótum alltaf á E5 og svo alls konar vesen hérna á drottningaveng og biskupapari vegur upp á móti piðinu. Þannig að biskop G5, stuttrókun, F4, rittari C4, drottning D3 og E7 okkar er þetta veikt og við þurfum að búa til counter, drottning A5. Við viljum gjarnan fá drottningun á B4 sem fyrst og biskop drepur E7 til dæmis, hrókur FC8 sterkuleikur og hóttum bara að drepa á B2. Hrókur E4 bjargar ekki eins og neinn út af rittari B2 og þetta reynir allt í hvítum. Þannig að E-drepur D5 er meinlaust, en rittari drepur D5 er svona krefjandi framhald. Rittari E5, svartur verður að leika því, hvítur hótaði hugsanlega rittari C6, bá drottningin af og það þarf aðeins að vera vakandi eitthvað því. Rittari E5, segjum biskop G5, byrja á því, F6, þó að virki ljótur þá sýnist mér að vera allt í lagi. Segjum biskop H4, E6, rittari 1-3, biskop H6 sterkuleikur. Við erum þetta komið við fyrir F4 hérna og leppa og hóttum rittari C4, B3, hérna er ég með 2 framhöld, drottning E7, held ég sé álega ágætsleið, hrókur F1, hótar hugsanlega F4, biskop B7, segjum F4, þá bara rittari G4 og samkvæmt tölvufórutunum stendur svartur betur, náttúrulega onni á E4 og svo geta E5 líka verið leikur. Og kongur B1, kannski sterkari leikur, rittari F7, rittari 1-2, stuttrókun og A5 getur verið önnuleið, en það er kannski svolítið grottaraleg tafnensku og sörstum kannski, en ég er vissulega að fara að búa sér til counter með A4. Það er hókering, þetta klára leiðskipan, hljómar ekki illa. Það gæti G4 verið eitthvað athyglisvert fyrir hvítan. Skoða þetta eitthvað eins, þetta er mjög flókið. Fórna hérna skiptamun, hrókur C8 og hér er tilfæring drottning G8 til H7 og staðan er bara greiðalega flókin sko. Bara svona sína sirka hvernig það getur telst. Baka eins, en A5 er alveg option líka hérna sko. Og F4, A5, drottning D3, A4, B4, biskop G7 held ég sé ekki slæm hugmynd núna. Við getum verið að undirbúa G5, segjum F5 og rittari E5 og biskop H6 og þetta er betra á svartan. Hangir á E4, rittarinn getur verið á C4 og svo framvegis. Þannig að F5 er ekki sniðugt að gefa eftir E5 rittinn, rittari D4, hrókur FC8, A3, E5 og segjum rittari DB5, þá virðist þetta ekki vera nóg fyrir hvítan.
getum alltaf valdað allt saman. Og riddari drepið B5, skoðaði þetta eins og þessi staðar, ég segi þetta var nú óljós stað sko. Það svona spennandi stað. Ég var að margir séu búin að kafa svo djúpt í svona þetta eins og ég hérna. Þetta bara svona pælingar. Já, og þá það riddari drepið D5 sem sterkasti leikurinn í þessu. Já, ég mismælti mig nú aðeins þarna. Ég ætla sem sagt að kíkja hérna við drang C3 sem sterkasti leikurinn, það lítur allan út fyrir það, staðist að leika biskup G5, hvítur hótar riddari C7 skák og það þarf aðeins að vanda sig hérna. Hrókiring. Nú hefur riddari C6, það bara drepið biskup E6, drottning 1-8. Sýnst mér alveg vera fullnægjandi, eða bara drepa á D5 og það verðist ekki vera neina vandamál í þessu. Drottning B8 getur verið sterkur leikur með hugmyndir hrókur C8. Þannig að já, ég ætla að baka. Biskup G5, það hótar á E7, F6, biskup F4, ég skoðaði nú riddari C7 líka sem nú alveg, sem að vera nú aðeins að kunna út af E6 reiknum hérna. Og ég fór yfir eftir upp í G5, hrókur A7 og hrókur B8. Mér sýnst hrókur B8 að vera best. Og riddari drepið E6, drang C8. Hérna fór nú skiptamun, sem nú ekki eina skipti sem svartur fór nú skiptamun í svona drekastöðum. Og riddari E6, þá kemur svolítið svona einkennilegur drekaleikur biskup H6. Við þurfum auðvitað að valda G5 og svartur alveg með counter í þessu. Það G4 skák auðvitað hótun og riddari C4 getur verið sterkur leikur. Hótar riddari E3 ef hrókurinn fyrir F1, C3 beði veikt, hrókur C8. Bara svona hefðbundin dreka counter. Og ég skoðaði riddari C7, G4, kongur B1, drepið hrókur C8, biskup F4 leist mér ágætlega. Og ég myndi segja að svartur væri alveg með compensation fyrir skiptamunum. Ég held að svartur verði að tefla þetta svona ef hann fær á sig drottning drepið C3. Eða drottning C3 segi. Nú biskup F4 annar leikur, það teflir svona E6. Segjum biskup drepið E5, drottning G5 skák. Segjum drottning E3, þá kemur bara biskup H6. Og svartur lendir ekki í vandræðum hérna. Svartur með counter. Og dreipið á C2 og hérna er bæði hægt að dreipa á G2 og tefla á svona. Og þetta geti endað í einhverjum þráleik hérna. Og eins kemur til greina að leika hrókur D2 hérna. Síðan dreipa biskup H6. Og þessi stað er bara óljós. Þetta svartur hafa alveg ágætis möguleika í þessu.
skulum baka. En ég efast að margir kunni nú allt í þessu sko. Hvað var ég með hérna? Já. Nú annar leikur rittar E3 hörfa tilbaka. D7 líst mér ágætlega á. Biskup B7. Og ég er nú ekki með þetta lengra hérna, ég með þetta bara í jafnastöðu. Hrókarnir geta verið á hrókur AC8 sýnist mér og hrókur F D8 eða E8. Svo getur jafnvel þetta G5 á einhvern tímapunkti verið möguleiki. Þannig að ég tölvutna með þetta jafnt til dæmis, þannig að ég svona helsti veikleikin hjá svörstum E6 spiði, þannig að þess að passa sig. En ég sé ekki hvernig hvítur og nýtt séð það. Ég myndi segja að þetta væri bara færi á báða bóga. Þannig að þetta er alveg teflanlegt sko. Það ætla að bakka eins. Já, þannig að þetta biskup C4, þetta er athyglisverðast. Næst ætla ég að fara yfir langa hrókun. Já, þá er það biskup B3 í staðinn fyrir að leika biskup D5. Rittari C5 ætla ég að mæla með. Svartu verður að debleta svolítið ákveði. Kongur B1 byrjaði að fara í það. Nú ef hann leikur hrókur H1 þá ætla ég að mæla með biskup D7, biskup G5 og stutthrókun, kongur B1, þetta mun transpósa, kongur Bjarni 1, biskup D7 og hér eru svona aðri leikir. Hugmyndin með biskup D7 er ég held að sé ágætt að hafa hann á D7, hann hjálpar svolítið til hérna við framrás á drottningvæng og já, og kannski hjálpa við alls konar taktík hérna á F5 eftir við stutturókum og hann hjálpa til við B5, A5, A4 framrás. Það getur vel verið að biskup B7 sé líka alveg option sko, en ég með það svo að biskup D7 sé hugsanlega betri leikur. Ég ætla að byrja hérna að rittari D5 svona direkt til þess að útskýra hugmyndinu með biskup D7. Þá kemur A5 og þetta getum við ekki gert nema biskupin er á D7. Drepa á F6, biskup D5 til dæmis, hrókur C8. Þetta er eitthvað sem ég kíkti á. Ég held að þetta sé best og staðan er bara jafnvægi. Séns á báða. En ég held ég myndi persónulega kannski taka svart hérna. Þetta er A4 er eitthvað sem ég líst ekki alveg jafn vel á. Þetta er E5. Það er svona þetta er eitthvað vesen syns mér. Þannig að rítur aðeins betur út á hvít allavega. Þannig að A5 hérna. Biskup G5, annar leikur á B4 held ég einföld lausn. Nú ef þetta er D5 þá bara drepið hérna. Já, ég held að sé ekki sérstök vandamál hérna. Já, það er hægt að tefla þetta á ýmsa vegu. Ég ætla aðeins að baka. Rókering gæti líka komið til greina hér. Og rókur er
alltaf spurning hvort við viljum drepa B3 eða ekki sko. Fókus C8 virkar nú alveg handastöðunar. En svona objectively þá þetta kannski á liti betra á hvítan. Hvað A3 drepið á B3. Það geti test einhvern með svona. Já, og svo B4 annar option. Þetta D5. Spurning hvað að gerist í þessu sko. Við erum líklega að drepa hérna stuttrókera, sýnist mér. Hrókur H1. Hrókur 1.8. Drangir B4. Ég er ekki alveg viss með A5 auðvitað freistar en það geti alveg verið A5. Jú, það geti alveg verið fínn leikur. Það er svona jafnvel. Eða hrókur C8 strax jafnvel. Það er athyglisvert að 12 metur þetta nokkuð jafnt og hvítur peð yfir. Við getum verið með hrókinu C5 næst. Og D5 peð svolítið veikt. Og við erum með okkar counter. Til að baka. Já. Biskup G5 já. B4 geti komið til greina. Eða stuttrókun. Þetta eru bara svona valmöguleikar sem ég býð upp á. Og ef þetta er E2 þá A5, það er hægvirt á hvítan. Nú A3 er alveg svona sensible option. Passar B4-inn. Ég með hérna hrókur B8. Ég var eitthvað að skoða aðeins E5, ég hefði smá á að gera eitthvað svona einhverju taktík hérna. En eftir ég skoða þetta nánar þá sýnst mér fínlega á svartan sko. Það er aðri opsjónar, það er ef maður vill ekki fara út í þetta, það er að drepa A5 biskup D4, hrókering segjum E5 á B4 og hérna er alveg mjög skemmtilegt framhald fyrir svartan. Hvítur í bobba hérna. Þannig að E5 er engi leikur, það er bara tapleikur. Þetta er D5. Þá er þetta nú bara svona eins og annað atriði í nætor, hérna dreganum. Svartur er alveg með sína séns á drottningaveng. Það fer að hlaða stórskotaliðinu þanga. Já, þetta leikar hrókur A6, drottninga A8, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er alveg áhugavert sko. Já, rittari D5 þá var A5 já. Eins og ég sagði á og þetta er í jafnvægi. Og þá er ég búið með biskup C4 og næst fer ég yfir í löngkrókun. Já, það var það löngkrókun. Nú, ég sé sjálfur sér ekkert að því. Ég hugsa að leika bara B5 en ég sé að Fetos er telt þetta daginn, hann er hérna rittari D7 fyrst og ef það kemur biskup C4 þá transpósar það í saman vorum að skoða. Kongur B1 lekan C7 ég ætla bara að sína hvernig það getur telst. Biskup E2 B5 lekan, hrókur E1 biskup B7 biskup G5 hrókur C8. Já, svartur er með ágæta stöðu hérna held ég. Sýnist þetta bara að vera bara jafnvægi sko.
Já, það er spurning með B5, það er því hvort sem eitt þannig sé að því sko. Það kemur rittari D5, það er spurning hvort þetta leika hér eða sjá, það er einhver skák hérna, drepið. Biskup B7. Já, þetta virðist vera allt í lagi á svartan eftir rittari D7 næst. Kannski rittari B7 sé alveg svona ágætis leikjaröð að leika þið fyrst sko, og svo dráning C7 og B5 er nú samt algengast hér. Fjölmargar skákir en hugsanlega ákvítur einhverja menntaða tilfæringu til svona góðu valdi á D5. Þannig að dráning C7, ég held að það sé kannski bara ágætt tefla og svona. Við erum ekkert að ofhugsa hlutina og síðan bara þessi hefðbundnu plön. Já, það sjá. En það hefur nú ekki mikið telst hérna biskup E2 sem svona gæti alveg verið skynsamlega laust bara stuttur og gera. Svo reyna að fá eitthvað rými hjá hvíturinn að fá eitthvað rými með A4 og það er spurning. Ég veit ekki, kannski bara best að stuttur og gera líka. Rókut í einn. Hér hefur rittari E5 telst, dráning C7 hefur telst, rittari C5 getur verið eitthvað. Þetta er bara svona staða eins og mann segja. Já, rókering hefur nú lítið verið telt í þessu. Það gæti nú alveg komið til greina líka. Hvað að segja, stuttrókun og rittari C6, biskup D7, kannski bara rittari C6. Já, en biskup E2 er mjög sjálfgæft, þannig að ég ætla að segja þetta gott af Dragodorf og ég held að þetta sé alveg svona skemmtileg nýbreytni og það er mikið rými til að stúta þetta. Þetta var svona farið yfir svona helstu hugmyndi mínar í þessu. Takk fyrir.